ýmislegt svo skrítið. Áramótin bregður fortíðin á leik. Áramótin vaka börnin fram í bítið. Og býsna margir lita sér á kreik. Já, tíminn líður takið eftir því. Við tökumst á við glænýtt ár á ný. Já, makalaust hve mannkyn sagan vex og vex. Nú verðum við að kveðja árið 86. Við rjúum þessa... Við rjúum þessa dagskrá til þess að flytja ykkur stórtíðindi. Rétt í þessu voru starfsmenn sjónvarpsins að finna hrafnsreiður hér í sjónvarpshúsinu. Að sögn fuglafræðinga mun vera mjög óalgengt að hrafnverpa þessum tíma. En við byggjumst bara afsökunar þessari truflun og snúum okkur bara aftur að... Fyrirgefið, ég glemdi mér alveg. Reagan og Gorbachev eru víst að koma til landsins. Ég glemdi því alveg, sorry. Herbergi 430. Hvað segirðu? Og eru þeir á leiðinni? Báðir? Eru það mér sem að kemst í feitt? Strákar! Þeir á leiðinni, Reagan og Gorbachev, báðir á leiðinni. Something wrong? Það hefur eflaust ekki farið fram hjá neinum að með tilkomu stöðvar 2 eykst samkeppni í fjölmiðlum til mikilla muna. Þessi samkeppni er nú þegar farin að bitna illa á Ríkisútvarpinu sjónvarpi. Þar sem forráðamenn hinna nýju sjónvarpsstöðvar eru umvörpum farin að bjóða reyndum starfsmönnum sjónvarpsins gull og græna skóga komið þeir til starfa á stöð 2. Ríkisútvarpið sjónvarp vill fullvissa landsmennum að starfsfólk hennar muni hér var að berast frétt. Hér var að berast tilboð. Við sjáumst. Og hermið tek ég þessar öndvegi súlur formlega í notkun. Jæja, hvað höfum við hér?
Aha! Svo þú hérst að kæmast með þetta inn í landið. Heila vodkaflösku. Í viðbóti þar sem þú búin að kaupa í hjóninni. Nei, þú snýðir ekki að meðlags Gorbatsjov? Nei. Mér sýnist að vera bara ósköpu venjuleg Smirnoff. Og hvað skildi þetta nú hafa kostað? Þið ætlum kannski að reyna að tala með trúum það að þið vitið ekki að það má ekki flytja flíkunum í landið fyrir meira en 7.000 kall. 7.000 kall, segi ég og skrifa. Ræsa! Þú pratar mig nú ekki svo gækkoða, ó nei. Þetta sko engin ræsa, þetta glæný flík úr... Ég er bara að leita efnilegri rödd í Eurovision. Jú? Já, það verður ljósa fyrir þessum tíma. Komdu með snurri kallpóngar! Hver ekur skýr og rjóm og öðrum mjólkurvörum? Bjöss á mjólkurbílnum. Hver selur mjólkina á miklu betri kjörum? Bjöss á mjólkurbílnum, hann Bjössi businessmann. Mjólkurbúðum bíða menn þess að Bjössi aki að dyrunum hress. Hann þekkir hvorki hræðslunni stress og hannar útsmogin tricks. Og fer svo vel að vera svo kúl því vinur okkar spara sér púl og kostnaðinum nær niður í 0 og nix. Hann Bjössi kann svo undur vel á kerfið, þó kjörin þykir neytendunum erfið. Hver ekur skýr og rjóm og öðrum mjólkurvörum? Bjöss á mjólkurbílnum, hann Bjössi businessmann. Mattiasi, Stengribi, Ronaldum Reaganum. Og hér með veitist mér sá heiður að opna þessa nýju sjónvarpsstöð og ég hef trú á Nei, ég get nú ekki alveg fellt mig við hann þennan. Áttu þá ekki í lit, góða? Tilbúnar rétti frá Tyrol með kjöttum, teljið að alveg stakkum sem við þekkjum. Því eitt hef ég frétt að ef ég slett á diskinn það bragðast sem tæjur úr dekkjum. Þú sannfærist fljóttum að súpan er sull og sósan svo loðin, hún minnir á ull. Og bragðurðu þetta, já þá myndu þetta, dauður í gólfið og þetta. Og við vorum rétt í þess að fá fréttir af því að Reagan væri slæmur í höfðinu. Nei. Bíddu. En hann er leiður á höfðinu, já. Nei. Nei, bíddu, það verður að höfða til hans. Nei, fyrirgefðu, þetta er svo illa skrifað. Bíddu aðeins, hvað er þetta? Halló. Jú.
Nú, svoleiðis, já, takk, já. Sko, það er ekkert að reka hann í höfðinu, hann er hins vegar á leiðinni í Höfða, núna. Fyrir ekki, hvað er að gerast þér, sko? Þið eru að horfa á stöð 2 núna. Sko, áramótaskaupið er á stöð 1, ef vildu bara skipta. Já, skipta. Velkommen til Höfða. Já, Nei, ég kannast alls ekki við að Alblíðubandalagið hafi þegið styrki af nokkurri tegund af innreikundum út í bæ, enda breytir það algjörlega í bága við stefnu flokksins. Svavar, þakka þér fyrir. Vilt þú? Nei. Nú, eins og ég sagði, það er bara ekkert að gerast. En ég þó... Já, nei. Come in. Fyrir ekki við tröflununa, er þetta ekki Hvalur 8? Jú. Nei, svona ekki fara því í sjónvarpinu, hvað er þetta? Er þá ekki Hvalur 6 og 7 þetta við hliðina? Jú. Upp og hvað er það góði? Nei, getur ekki náttúrulega með skiptilíkil? Skiptilíkil? Já. Viltu bara ekki fá hérna topplíkla þetta mitt? Jú, þakka þér fyrir. Já, það er sko betur að hafa þetta bara allt við hendinu, sko. Já, þakka þér æðislega. Já, hefur þú skilað í afturgóði? Nú, það gerist ekkert ennþá. En hér var að berast vísa, hún er frá Þorláki Þrastasinni á Tóft og hljóða svona. Yngvi Hrafn með orðagjálfur. Já, við skulum kíkja hérna á aðra vísu. Sjálfsagt skári. Aumur ertu Yngvi Hrafn. Já, við skulum ekki lesa fleiri vísu núna. Skulum bara fá okkar efni fyrir húsmaðurnar. Það sem þið sáu hér á undan var brot úr sýningaflokksins Vormenn Íslands. En þeir hafað undanförnu skemmt landanum með sýningum sínum á þjóðlegum nærfatnaði ásamt ýmsum hjálpartækjum. Hér er nú komið til okkar Jesper Greipsson, framkvæmdastjóri hópsins. Jesper, hver voru nú tildrögin að stofnun þessa hóps? Já, tildrögin? Já, það var bara þannig að mér þótti nóg komið af öllum þessum erlendu áhrifum sem tröllaríða þessum geira menningarlífsins. Já, og mér fannst tími til komin að tekið yrði í taumana. Já, það er nefnilega þannig að það er hrein fjarstæða að við þurfum að leita út fyrir landsteinana að eggjandi undirfatnaði. Já, hann hefur verið til hér í landinu alveg frá örófi aldar. En hvað með þessi hjálpartæki, Jesper? Já, það er alveg sama sagan með þau. Það er verið að telja fólki trúum að það þurfi aðstoð einhverja útlendinga til að sinna þessum þörfum sínum. Já, og það var einmitt til að stöðva þessa öfugþróun sem ég hóf sölu á þessum þjóðlegu hjálpartæki. Já, og hver eru svo þessi tæki, Jesper? Hver eru? Já, það er nú í fyrsta lagi vitanlega strokkurinn. Já, strokkurinn, já. Já, enda hefur hann nú fyllt þjóðinni frá örófi aldar. Já, við þekkjum hann. Og svo má náttúrlega nefna hérna hrosslegginn. Já, sem þú sér svona örlítið endurbættri útgáfu. Já, nú svo er það Sviðahausinn líka. Sviðahausinn? Sviðahausinn, já. Það held ég að hann hafi nú oft gagnast mönnum vel þegar illa hefur ástæðu. Er það virkilega? Já, þetta lof mér sjá hérna. Sko, svo er það náttúrlega mjaltarvél. Já, mikið lifandis ósköp eins og þú sér, þá getur þetta bara dugað allri fjölskyldunni. Já, það held ég nú.
Heyrðu, ég tek þennan. Það er mitt af. Já, ég ætla bara að fara í hann. Takk fyrir. Ég framsýnn og fjárglöggur maður, ég hef fjármála krana plægt, svo í stríti ég verð ekki staður, þá stunda ég okurvaxtarækt. Ýmsar bröllur í bókhaldi kann ég, og í bönkum mitt lánstraust frægt. Hann útsmoginn iðinn og stingur, Íslandingur, fjárinn blinkur. Hann glóðlegur lengst fram í fingur, hann fremstur í sérhverri grein. En mitt uppáhald ætla ég sé, svo íþrótt að draga mér fjör. Hann svo klár og fljótur vel að fatta, fær því ekki þungat með gati skatta. Fyrirgefðu, ekki láta mig trufla því haldi áfram að horfa á áramótasköpi, ég er rétt að klukka. Ætli maður stilla ekki bara á gamla guðurradíóið. Haldi að sé munur. Ég verð að segja að þetta er svo aðfinnasta jarðarför sem ég nokkuð tíma verið í. Er það svo daginn? Daginn, þá vakna ég bara miðjanótt við það að það er einhver að laumast inn í húsið. Ég sendi Jón auðvitað niður og hann læðist niður stigann alveg skjálfandi á beinunum. Hvað haldið þið? Þá er þetta bara Stefán Ben og Guðmundur að koma heim. Já, eins og við vorum rétt á hann að segja, getur allt gert í beinni útsendingu. Kaffibaun, kaffibaun, indæla ilmandi óhemju nýtsama kaffibaun. Og í raun öll mín laun upp á við príluðu þegar ég kynntist þér kaffibaun. Litla baun, ljúfa baun, liðin er tíðin þegar ég störflangur bles í kaun. Fríða baun, fagra baun, fegin ég er því að eiga mér þvílíkan vin í raun. Fegin ég er því að eiga mér þvílíkan vin í raun. Fyrirgefðu, ég ætla bara að benda ykkur á það að það eru fréttir á stöð 1 klukkan 8. Hvað ertu að gera? Það má ekki breyta, það er frétti klukkan 8. Nei, klukkan 8. Nei, klukkan 8. Hvaða helvítis læti á þetta?
Það með ekki einstaklega með til að hafa á myndina. Þannig að hættu þið þessu. Jæja, þá höfum við fréttir fyrir klukkan 7. Þá bara við breyta henni í 6:30. 6. Við breyta saman hvað þú gerir. Hljóð. Gætirðu aðstoðað okkur svolítið? Já. Við erum nefnilega úr sveit og þekkjum ekkert á þetta. Okkur langaði að fá eitthvað að borða. Já. Nú hef ég bjóð okkur matseðilinn. Hvaða helvítis háað er þetta, maður? Það er ekki svefn fyrir hérna. Fyrirgefðu, það nú tónleikar Já, mér er anskota sama. Ég þarf minn 10 tíma svefn. Já, út! Já, fyrirgefðu, Ég sagði út! Já, allt í lagi. Nei, ég hef ekkert frétt af þá. Höfðingjarnir setja einir inn í höfða ásamt túlkun sínum sem að túlka allt sem fram fer. Kæru flokksbræður, kjarni málsins er einmitt sá að við... Sko, kjarni málsins er einmitt þessi, við megum ekki bara endalaust... Flokksbræður, viljið í guðanabænum reyna einu sinni á ég að skilja þetta sem svo að þið viljið ekki hafa mig í efsta sæti á framboðslistanum eða hvað? Ég náði þessu mjög skilmerkilega, hvað? Ég skal þá bara fara, það er allt í lagi. En ég vildi bara segja ykkur einu sinni. Nei, sætlestu. Rósa, það er æðislega vel fyrir lánið. Það er mjög velkomin, góður minn. Já, þetta er gengið vel það? Já, þetta fyrir þig. Það er góð mynd. Já, svona sæmilega. Það helsta sem að hendi mér margur þetta ár var að heima hjá mig geisaði fjölmiðla fá. Ég er hundteikur aðdáandi og sásar eitt og annota gjöldin á nafni hef ég greitt en á rapstu á saman tíma sungin eru stef og samur undir plötusnúðum dálæti ég hef. Sæði sútarpinn er alltaf margt að sker og ekki er í bylgjan á dagskráni þér. Ég er að missa bitið, ég ger mig ekki frá tækjunum slitið. Ég hef það í mig bitið, að ég megi ekki missa neinu en ég er að missa bitið. Og innan vefa nú er breyta dagblöðum og drottinn minn. Ég er alveg tengt frá nálunum að ég missi af fréttum með fleiri bíómynd. Því fekk ég mér afbruglara. Það væri synd ef ég sæi hverra dagskrárlið í krabbakkerfinu. Það kostar ekki verða allir í hverfinu. Með gerfin þetta diski geti nýjar bylgjur veit. Svo glápi ég samtímis á stöð 2-1. Og ég er að missa bitið, ég gef mig ekki frá tækjunum slitið. Ég hef það í mig bitið, að ég megi ekki missa neinu en ég er að missa bitið. Ég er hættur að sofa og hættur að fara í bað og hérna á ég víti og ég verð að nota það. Það skal tekið fram að þetta atriði er ekki við hæfi Bjarna. En það er ég og ég er að missa bitið, ég gef mig ekki frá tækjunum slitið. Ég hef það í mig bitið, að ég megi ekki missa neinu en ég er að missa bitið. Fyrir ekki, það er alltaf kolvi hérna, ég er að reyna að redda, fyrir ekki, æj. What a house is it? Oh. Ah, beautiful house this hubby you've got here. Rekan! Útlegin, já, pilla á hana! Hvað er þetta að gera til brjálaðu maður? Þú sagði það að Rekan. Hún er að vera eitthvað tensm. Vormenn Íslands, látum ekki útlendinga segja okkur hvernig við eigum að skemmta okkur. Tökum aftur upp hina rammíslensku íþrótt, skýrglímuna. Villið! Hrærið! Rýmið!
Nokkar skal rétt að taka fram að báði geppöldin eru alíslenskir. Já, hvað er hann að gera þarna? Já, nú eins og sér hann leggur hann þarna á skýrbræði. Já. Það þykir Þórði nokkuð súrt. Jú. Hann reyndi hérna undanrennu, hún heppnast ágætlega. Nefnilega það. Nú erum við komnir í gólfið. Þetta er köllum við skýrræring, við sem erum í bransanum. Nú heist letta skýrnu sig. Já, þeir eiga það sjálfur. Já, nefnilega. Þetta eru frískir menn. Bálfur vann! Þarna rennur hann til okkur og hann segir: Ég er rosalega þreyttur á þessu skýrlífi. Og hér sjáum við myndir af Ræsu og fylgdarliði hennar, en hún hefur sýnt mikinn áhuga á íslenskri sveitamenningu. Hún er hér kynnt fyrir 2 fulltrúum landsbyggðarbúa. Ræsa. 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 Já, það er svo sem alveg sjálfsagt. Magnús, Ræsa, já. Dois, vai! Anda só, Það er allt með kyrrum kjörum, en við skulum bara líta á veðrið. Það er bara alveg snældu vitlaust. Gott kvöld. Hjá mér er stattur Jón Guðfinnsson málari. Jón, það mun ekki ofsögum sagt að þú sért einn af virtustu málurum þjóðarinnar? Já, það má kannski segja það, já. Maður hefur upplifað ýmislegt á langri ævi. Hvað getur nú nefnt okkur af þínum frægustu verkum? Já, nóg að taka náttúrulega. Já, ég get nefnt Hvíta húsið, ég málaði það. Nú Rauða torgið málaði ég á sínum tíma og Rauða herinn í leiðinni. Já, og þegar ég var með rautt í penslinum þá skellti ég bara á rauðu mylluna líka. Nú og fleira, Bláa lónið, ég málaði það, já. Já, það var askoti mikið verk, skal ég segja þér, já, og lengi að þorna. Já, einmitt, Jón. Já, það er ekki búið enn, elskan minn góða, nei. Þú kannast við Gráa fiðringinn. Já. Já, ég málaði hann. Já. Hefurðu fengið Rauða hundan? Já. Já, ég málaði þá. En hérna, hefurðu séð bláar bólur? Jú, reyndar. Hvar allir maður ná í þær? Greiða lítinn seðil á gíróreikning okkar strax. Hann þarf að borga þennan bleðil. Í bráðum förum við í lax. Það vantar hærri ristu. Það vantar dagpenning og betri föt, hús og nýjan bíl. Menni, konur og börn skjótið saman og skaffið okkur betri kjör. Vendi því kvæði kross, komið og rennið oss fé og fríðindi og svinstar tíðindi. Þó að við þungri raun þurfum við hærri laun. Nú, það er enn allt með kyrrum kjörum í höfða, en já, hér er að berast vísa. Já,
56. Hver tók svona mikið út að vísa? Augnablik, ég aðtúa þetta. Nei! Hvað er það hér? Það er sprungið. Sprungið? Sprungið, já. Já, heyrðu, og hvað er þið að lagra ykkur? Við erum að fara frá Keflavíkur og hvað? Og hvaðan komið þið? Hvalfjörður. Hvalfjörður, já. Nú, og hvert er ferðinni heitið? Til New York. New York, já, nú, er ekki að missa vilni? Jú, við erum að, jú. Heyrðu, hafa ekki bara að skjóta ykkur? Hæ? Ég meina sko út af öll. Já, þakka fyrir. Já, komið þið, komið. Nú, en við... Augnablik. Já, við höfum náð tali af einum íslenskum félaga í Sea Shepherd samtökunum, en hann vill ekki láta nafnsins getið og talar auk þess með breyttri röddu í viðtalinu sem hér fyrir eftir. Já, ég mikill friðunar sinni og ég algjörlega á móti öllu hvaladrápi og seladrápi sérstaklega. Það er nefnilega það, þakka þér kærlega fyrir. Sömuleiðis og hafðu það ævinlega gott. Gott kvöld. Við erum stödd hér í útvarpshúsinu nýja og það var meiningin hér í kvöld að fjalla lítilega vetrardagsskrána í sumar, í vetur. En eins og þið sjáu þá er þetta hús ennþá í smíðum. Nú og í tilefni af þessum sögulegu sættum, Jón, langar mig til að færa þér hér gleymmireyjar og vona að þær eftir að dafna hjá þér ókomna tíð. Já, þakka þér fyrir, Guðmundur. Nú, mig langar þá til þess að færa þér tákn flokksokkar, en það er bungt af fíflum. Fyrir ekki klukkaklikku, ég er þetta. Bara horfa og skaupa með hann. Nú, það verðist bara ekkert ganga hann henni frá, það verðist bóstalega bara ekkert ganga. En hitt er víst að það liggur eitthvað í loftinu. Það liggur greinilega eitthvað í loftinu. Fyrirgefa, ég ekki alveg skilja. Allt í lagi. Við ætlum að fá kjúkling. Karríkjúkling. Karrísjúkling? Nei, ekki sjúkling. Kjúkling. Skilur þetta ekki maður? Karríkjúkling. Kjúkling, sem tóta þetta hættu okkur á það. Já, ding dong. Kemur strax. Sverri minn, það er eitthvað pakka þarna fram með það að byggja hænst. Þá sullaði ykkur svona karríkum sem það er. Já. Hvað á að koma? Og við erum ennþá stödd hér í nýja útvarpshúsinu og hér eru iðnaðarmenn önnum kapnir við að koma síðustu hönd á verkið. Þannig að hægt verið að taka húsið í notkun sem allra fyrst. Nú, en það var meiningin í kvöld að kynna fyrir ykkur vetrardagsskrána. Já, það mun mörgum nýjum andlitum bregða fyrir á skjánum í vetur. Högni Valsson mun sjá vikulegan þátt ofbeldi. Nú þingfréttirnar verða í höndum Guðröðar Þormarssonar. Nú ekki má heldur gleyma landsmiðinni. Rútur Hallsson mun sjá þáttaröð landbúnað. Og þá geta bændur hægt að jarma að þeim sé ekkert sinnt. En fremur mun Hafdís Sævarsdóttir sjá þáttinn Allt í grænum sjó, en hann er sjávarútveg. Og að lokum má geta þess að nú upp úr áramótum hefur göngu sína þáttur í sjá Marðar Reykdal reykingar og skaðsemi þeirra, en ekki er ennþá ljóst hvað þeir þættir geta gengið lengi. Nú, og nýjastu fréttir hérna að... Nú, það var að segja eins og að hlutinir gerast mjög hrætt núna. Sko, Jenny barði í hausinn á Tomma með hamri og Tommi held í lím í véna. Þannig að, sko, staðan er mjög tvísin eins og er. Fyrir ekki, misti ég einhverju? Þetta er fyrir góða, þetta er fínt. Næsti! Jón Ótti, forstöðumaður stöðvar 2. Nú þarf afruglara til þess að útsendingar stöðvarinnar náist. Já, það er rétt. En til þess að afruglarinn virki þarf að ruggla útsendinguna fyrst, ekki satt? Jú, það er líka rétt. Gætur þú útskýrt fyrir okkur hvernig við rugglið útsendinguna? Já, þetta er nú flókið tæknimál sem ég veit ekki hvort að fólk skilur almennt. Gætur þú tekið dæmi? Já, jú.
við skulum bara líta á það hvernig við rugglum til dæmis fréttatíman. Dómari í Og Íslandmálum fara að hafa mikið áhrif á efnahag Íslendinga. Tóri Guðmundsson útskýrði hverju í vikunni. Það ekki fleiri fréttir kvöld. Og við skulum þá líta á sama fréttatíma af rugglaðan. Þvert á móti myndi samsetning hans fæla marga stuðningsmenn flokksins frá á kjördag. Og þá eru ekki fleiri fréttir í kvöld. Góða nótt. Já, þessi greiðsla sem að Guðmundur fekk hjá mér, það má náttúrulega deila það hvort hún eitthvað óeðlilega eða ekki. Ég gerði bara eins og mér var sagt. En ég skilði ósköp vel að hann skulle vera svona hálf óhress með þetta eftir á. Því að eins og þið sjáið að þá þetta ansi óvenjuleg greiðsla. Ég svo sem ekkert hissa á því að hann skuli kalla þetta bjarnargreiðslu. Jæja, börnin góð, þá skulum við líta á ferðir Steingríms. Gataleg kvart hérna. Já. Hvert þið eiginlega komnið? Hvað, þú vitir það ekki maður, við erum okkar Rænhöfðaeyjum. Já, ég sé það núna. Hvert skildi Steingrímur fara næst? Það verður spennandi að vita. Hvað þetta? Fellur hann í dag, fellur hann í kvöld. Eftir stundum var lítið á hlungið undir hamrinu. Með 100.000 króna skuld í vaxtabankanum. Allt í huga brútt, þegar sem ég vil. Daginn inn og út. Daginn út og inn. Þú á mér bjargarlaus og minnist á bankanum. Ráðum færðist margt frá vaxtabankanum. Þú skalt taka lítið lán og lenga þá með skúta hálafum. Og láta stendur vegir enda upp að eiga von. Þó sé lítið lánin brýtur þó með bjartsýninum suð. Því gafgaldurinn heitir hans Andra Stefánsson. Við býðum en það segja mér nú fróðumenn að þessi langabið hljóti að tákna að eitthvað sé að gerast þarna inni. Og ef ekkert kemur út af þessum fundi, þá skal ég hundur heita. Í tengslum við leiðtogafundin hefur mikið verið rætt öryggisgæsluna eins og gefur að skilja, en hversu góð öryggisgæslan í raun og veru? Steingrímur svarar því. Já, ég get borið vitni það að þessi piltar geta skotið hvert sem á milli augnanna löngu færi. Nú er það svona köku með kaffinu? Já, það segir satt. Hvað kemur þetta til? Ég veit ekki. Ætli Helgi í afmæli eða? Nei, ekki. Nú er líka tími til komin og fengjum alveg bakkelsi hérna. Jú. Strákar. Já. Veitir nokkuð hvað varð hasskökuna sem var hérna á borðinu? Hæ? Nei. Séra Frímann Finnsson, þú fær nokkuð nýstálega leiðir í Altarisgöngun, ekki satt? Ég þarf ekki að segja það.
Mér hefur alltaf fundist að... Þakka fyrir. Jú, það má kannski segja það. Mér hefur alltaf fundist altarisgangan óþarflega stíf og hátíðleg, en sem sagt ég reyni bara að hafa þetta sem frjálslegast. Krakkar mínir, fá okkur endilega mér og áblátur, það nóg til að þessu. Svo eru ídýfur hérna, ég reyni bara að hafa þetta sem huggulegast. Já. Aðrir hópar innan ASÍ ætla að halda áfram viðræðum og munu þær Guðana bara með hætti þessu réttamegilegs fréttir, maður. Kvöldsund með listamanni. Nú, ég get ekki frétt ykkur á neðansinni, en það var að berast hérna vísa. Hún einhvern veginn svona. Hafa flóið það fjalla, margir flóið það, ég vil nokkuð flóið það fjalla. Ég kemst í feikileg fréttastuð, í þetta fína og létta stuð. Já, alveg fattalegt fréttastuð, þegar fregnir mér að eyrum berast. Og þetta frjálslega fréttastuð, já, furðu góða og netta stuð. Ég renni beint í réttastuð, þegar ásir í lofti skerast. Og rosaleg atvik gerast. Ég kemst í feikilegt fréttastuð. Strákar, búin að redda, sjáu þið. Jæja, Jóhann minn. Þið nokkuð illa við að láta sprauta þig? Nei, blessa, ég vanur að vera sprautaður. Ekkert mál. Það er nefnilega það, þá skulum við bara drífa í þessu. Já, endilega. Já, svo tökum við bara aðra umferð á morgun. Já. Þetta er saga af venjulegum ráðherra. Gallar fundust á honum í starfi og þess vegna stóð til að henda honum eins og hverju öðru drasli út af framboðslista. Þá birtist skyndilega Hulduher og vakti hann til lífsins með stuðningi sínum. Hulduherinn fylgdi honum í prófkjör og þar fékk hann gífurlegan styrk frá kjósendum úr öllum flokkum. Ráðherrann varð ofurberti. En við vitum ekkert hvað er að gerast. Fréttamennirnir bíða enn fyrir utan Höfða í kuldanum. Þetta er ansi löng bið og það er víst býsna kalt í veðri. Við skulum bara skipta til Ögmundar fyrir utan Höfða. Ömmi! Láttu ekki gylliboð annarra glepja fyrir þér. Öruggasta leiðin til að ávaxta spariféð þitt er sú að kaupa ríkisskuldabréf. Peningarnir þínir í öruggum höndum hjá okkur, ríkissjóður. Já, drengir, ég dobla. Já, hún segir það, já, sjáðu. Ó, jössins. Nú, ég hef nú ekki frá mörg að segja núna, en hérna, mér datt í hug að leggja fyrir ykkur svolítið þraut. Hvað er þetta? Veit enginn hvað þetta er? Þetta eru blaðamenn. Já, nei, þetta var nú bara svona meira til gamanskert, ef við ekki bara fá næsta atriði, takk. Takk að æðislega vel fyrir. Já, ok, komið bara allir einum. Nú, ég hafði hugsað mér að eyða þetta 100 milljónum eða svo í afmælishátíð borgarinnar. Er það stutt? Stutt. Já, gott. Nú, það er meiningin að flytja leikverk eftir Kjartan Oddsson. Er það stutt? Já, það er stutt. Það tekur svona korter. Já, gott. Nú, síðan fluttu tónverk eftir Gunnar Oddsson við texta eftir Þóran Oddjárn. Er það stutt? Já, stutt. Nú, síðan hafði ég hugsað mér að láta baka tertu. Já, handa borgarbúum. Handa borgarbúum? Nei, ég ætla bara að geta hana sjálfur. Nei, hún er ekki stutt, hún verður sko löng. Nú, það er ekki fleira dagskrá í dag. En ég hafði nú eiginlega hugsað mér að fá að syngja lítið lag að lokum. Stutt? Já, það er örstutt, tekur enga stund. Við Reykjavíkur tjörn
Það risu kofaskrímli, en viti menn, við munum senn gallhörð þau jafna við jörð. Við kunnum kæra fólk, vel kúbeinin að brúka. Rándýrar lóðir eru það, rétt innan sveiningar. Hvert bárujarðsskúr, við verjum í götuna. Brjótum þá og rífum niður í spón, á bjartsýn og trú. Byggjum við skýjavor, borgarstjórnar á að myndist blóð. Alveg eins og ný. Takk fyrir, blessi. Já, þetta er ansi reynd langur fréttatími. Ég er bara búinn að tala hér klukkutími saman og bara búinn að tala fram með allt vitt. En Edda mín, vildu þú ekki fá að segja eitthvað? Edda. Þetta er lóktist búinn, blanum skjótt. Oh, I wish my Nancy was here. Já, ég náði nú ekki þessu síðasta hjá honum. Þetta hefur nú verið kannski eitthvað spaug bara. Не промонишник, а домик бомб. Já, Kjarnakall, hann segist þér Kjarnakall, hann segir það nú. Steingrímur Matthías. Já, Steingrímur segir hann, já, það er einhverja grímur, sem sagt einhverja steingrímur sem hann er mjög hrifinn af og hefur kynst einhverjum. Отвечает американский клад. Já, amerikanski, já, hann er kannski að fá sér meri, hann er eitthvað að velta því fyrir sig. Að fá sér meri. Imperialistiska bandi. Já, peran er biluð þarna, hann er eitthvað óanað með lýsinguna, skýrst mér á honum, heldur ekki fram að peran sé ónýtt. Já, ég ætla nú að fletta þessu upp. Nú, þá flytjum við Edda ykkur ekki fleiri fréttir að sinni en bjóðum bara góða nótt. Er þetta búið? Já, búið. Má ekki ganga frá þið bara? Jú. Það verður ekkert notum meira í kvöldið, það? Nei. Já, ok. Sem kannski að hérna... Товарищи, это финички исландского ромоты скрипчки. Já. Да, спасибо. Nei, því miður, ég náði þessu nú ekki. Við bugðum ykkur kannski á flugrætandars brauti sem fagurlega þrýðir nætur lofti svart. En bráðum hvílir gamalt ár í aldarspauti og eftir lifir minninganna skar. Já, tíminn líður trúa máttu því, við tökumst á við glæni ár á ný. Já, það er skrítið hvernig árin mæða hjá, því 87 er núna rétt að resta á. Og það er nýjastótt í nótt er alveg spánýtt ár að byrja. Það er nýjastótt í nótt og nú er rétt framtíðin að spyrja. Ef almanakið